munurinn á trúarbrögðum heims. Við vitum að það mjög mikið og þetta mjög óljóst í hugum margra út af hvað trúarbrögðin snúast og sumir trúa því og margir reyndar að þetta sé allt sama leiðin margar leiðir að sama Guði. En ég ætla aðeins að tala þetta og vegna þess að ég sjálfur var leitandi og hef svolítið reynslu í þessu og búinn að kynna mér þetta alveg mjög vel. Og maður sér það líka á Íslandi að það mjög mikil fáfræði á Íslandi þetta. Þetta mjög óskipt í hugum mjög margra. Fólk skilur ekki muninn, það getur ekki gert greinamun á almenningur ofta tíðum, hvað kemur hvaðan. Og í rauninni þetta mjög óskilgreint í þeirra huga. En ég sjálfur var þannig, ég ólst upp nú, ég náttúrulega hér á Íslandi og fermist og tók trú mína svolítið alvarlega á þeim tíma, las Nýja testamentið á kvöldin og tók svona afstöðu mína svolítið alvarlega, en síðan tekur amstur lífsins við og kapphlaupið eftir öllu og ég fer að huga að öðru, en svo kemur að þeim tíma í lífi mínu þegar ég svona búinn að ná mínum takmörkum svolítið, mínum metnaði svolítið uppfyllt, að ég finn að það eitthvað sem að vantar. Ég virkilega hafa bara knúin að því að ég varð að komast að hver tilgangur lífsins, hvers vegna ég hérna. Það var ekki, ég var búinn að ná því sem ég var búinn að ná og var komin þangað og það voru í rauninni bara vonbrigði af því að það vantaði eitthvað. Þetta snýst ekkert að peninga eða frægð eða svoleiðis hlutir fullnægi ekki sálinni og það eitthvað meira sem á bakvið þetta, annarkvort eða ekki, og ég fór að leita virkilega sterkt. Fyrir mér var alltaf augljóst að Guð til. Það ekki hægt að laptop, talva verður ekki til nema einhver hannana og við erum triljónsunum fullkomnari heldur en laptop með myndavélin í hausnum og þessa frábæru tölvu og hjarta sem tikkar og allt samverkar þetta með einum markvissum tilgangi. Þannig að fyrir mér var aldrei nein spurning að Guð væri til. En ég vildi þá vita hvort að ég alinn upp í kristinni trú á Íslandi, þannig séð, og ég vildi vita hvort að þetta væri sannleikurinn eða hvort það væri eitthvað annað. Þannig ég í rauninni byrja að leita svolítið annað af því að ég þekkti ekki það. Og ég byrja fyrst og fremst að skoða austrænu trúarbrögðin mjög mikið og stunda þau og af því að fyrir mér ég sá það mikla hörku í Múhameðstrúinni og það var svona ávextirnir voru ekki alveg þannig að mér þætti það spennandi, en ég fer svona að skoða þessi austrænu trúarbrögð mjög vel og það enda með því að ég bara fer alveg á kafi í þetta og ég bý með gúrú úti á svona jóga ashram úti í Bandaríkjunum í dágóðan tíma og stunda jóga og hugleiðslu og allt þetta og á kafi í þessu og þarna líka bókasafn, þannig ég kynni mér alla flóruna mjög vel, les mér mjög vel til og þarna var mikið af fólki sem kom alls staðar að og þannig að ég fekk bara alla flóruna þarna hvað hindúismin, jóga og þessi austrænu trúarbrögð snúast virkilega. Af því að í heiminum, þó að við séum gríðarlega mörg, þá ekkert rosalega mörg trúarbrögð þannig. Þetta aðalega gyðingdómurinn og kristnin, hindúismin og allir þessir ismar og angar þaðan og svo þetta Múhameðstrúin. Já, ég tek það eiginlega í austrænu trúarbrögðin. Búddismin og austrænu trúarbrögðin tekið svona undir sama hatt. Þó það sé örlítill stigsmunur á þessum búddisma og hindúisma. En þannig að ég kafaði þessu og skoði þetta allt mjög vel og svo les ég Kóraninn og kynni mér bara allt sem til og leita Guðs á öllu hjarta. En ég svona fer svolítið frá kristindómnum þangað til að Jesú Kristur mæti mér sterklega. En þannig að ég veit alveg út af hvað þetta snýst. Ég veit alveg hverju hinir trúa. Og það svo ofta, fólk veit ekkert hverju hinir trúa í raun. Múhameðstrúamenn eða buddistar eða hindúismar og jógar og allt þetta.
Fólk gerir sér ekki grein fyrir þessu og þess vegna getur það ekki skilgreint hlutina. Og það sem að ég hef náttúrulega líka komist að, við erum hérna margir, eða nokkrir, Stefán kemur stundum með okkur niður í bæ og við erum að tala við unga fólkið, mjög mikið. Og Íslendingar, þeir bara skilja ekki heldur alveg út á hvað sín eigin trúarbrögð ganga, sko. Þeir vita bara ekki alveg út á hvað kristin trú gengur. Þeir vita bara ekkert hvernig Guð, sá sem að kristni trúa er. Þó það mjög vel skilgreint í Biblíunni hvernig Guð er. En kristin trúin gengur náttúrulega fyrst og fremst út á að trúa á Krist, hans orð, gengur ekki út á kenningar, hefðir eða kenningar, heldur út á hans orð, það sem hann sagði, kristin trú byggist á honum. Og út á hverju trúa kristnir á Gamla testamentið? Vegna þess að Jesú gerði það. Jesús Kristur, hann sagði, ég ekki kominn til að afnema lögmálið á spámennina, heldur til að uppfylla. Og ekki mun einn stafkrókur úr lögmálinu á spámennum líðundi lok, eins allt komið fram. Og hann vitnaði margoft í spámennina og lögmálið sem orð Guðs. Og enda snýst lögmálið á spámennirnir og Gamla testamentið akkurat hann sjálfan. Kjarnin í lögmálinu og spámennum þessi persóna, Messias, sem að við trúum að sé Jesús. Og að hann sé virkilega sá sem hann sagðist vera. Og að þessi Messias, eilíða faðirinn, undraráðgjafinn, friðarhöfðinginn, ætti að koma og verða hold. Og þannig, og við vitum það allir spádómandinn hvar hann ætti að fæðast, hann ætti að fæðast í Betlehem og allt sem átti að gangi í gegnum, hann verði kramið fyrir vora syndir, hann tæki á sig refsinguna og hann myndi verða deyddur, líkamans ekki rotnunarbráð eins og ritningi segir, hann reistur upp frá dauðum, myndi fara upp í dýr Guðs og vera þar þangað til að endir allra tíma yrði. Og síðan, náttúrulega, eins og við vitum að þá búast kristnir við því, að því að ritningi segir það svo oft, og það það sem að gyðingarnir trúa, að Messias og vita að Messias kemur og hann mun ríkja, hann mun eyða öllu illu og munurinn á okkur og gyðingunum náttúrulega þessi, að við trúum að Jesús sé Messias, en þeir trúa því ekki vissu það, en þeir vita að Daniel spámaður sagði að hans ríki myndi falla skyndilega og ná öll önnur ríki og eyða þeim og hann myndi ríkja að eilífu og hann kæmi í skýjum heimins og þannig og það mjög mikilvægt að við sem kristinn gerum okkur grein fyrir því að vera kristinn byggist á þessu að trúa því að Jesús sá sem hann sagðist vera, hann Messias. Og þegar í Jóhannesarbréfi þá oft verið að útskýra hvernig við að koma að staði hvort að fólk sé virkilega kristið. Og þar segir ritningin, og Jesús sagði til dæmis við hann Pétur, hvern segir fólki mig vera? Og þeir sögðu, já, sumir halda úr sér spámaðurinn, Elía eða einhver annar. En þá sagði hann við Pétur, hvern segir þú mig vera? Og Pétur segir við hann, þú ert Messias, sonur hins lifanda Guðs. Og þá segir Jesús við hann, ekki hefur hold og blóð opinberaði þetta, heldur faðir minn á himnum. Og hann segir, á þessum kletti mun ég byggja kirkju minna. Opinberun að Jesús Messias svo sem heldur kirkjunni gangandi. Af því að hann sagði, máttur heljar mun ekki sigrast á þessari opinberun. Hann Messias. Þannig þetta grundvöllurinn. Og í Jóhannesarbréfi þá margoft verið að tala þetta, þar sem sagt, þar sem verið að vara við villukennendum og þeir segja, og Jóhannesarbréfi segir, og Jóhannes segir í bréfinu, hver sá sem trúir að Jesús sé Messias, hann fæddur af Guði. Það ekki nóg að vera í kirkju eða
eða fólk getur verið í kirkju, fólk getur fundið fyrir krafti Guðs meira sér, en fólk verður að trúa því af hjarta að Jesús sé Messías, þá það endurfætt. Ef það trúir því af hjarta hann sé sá sem hann sagðist og hann sé Messías, þá það endurfætt. En þetta svona grundvöldu fyrir því sem ég ætla að tala til þess að við virkilega skiljum munin á trúarbrögðunum. Ég ætla að ræða kannski mest hindúismann því að ég var mest í því sjálfur og líka vegna þess að á Íslandi það þannig að ef ég tek svona þversnið af öllum sem ég tala við að þá henni hugmyndafræði og heimspeki hindúismann ríkjandi á Íslandi. Fólk hefur meira þessar hindúisma hugmyndir jafnvel heldur en kristin trú. Ef ég tala við ungt fólk og svona, þá þetta það sem hefur greinilega sest mjög mikið af heimspeki hindúismans. En ég ætla aðeins að tala ég ætla aðeins að halda áfram að tala okkar Guð áður en ég fer að tala þetta. Bara til þess að við sjáum alveg skýrt munin. Okkar Guð mjög vel skilgreindur í ritningunni og Jesús gerði okkur alveg mjög ljóst hvernig Guð Hann byrjaði á því að tala hann talaði að Guð andi. Við vitum það að ritningi segir okkur að við mennirnir eru skapaðir í hans líkingu. Guð andleg vitundavera, sjálfstæð vitundavera, en maðurinn önnur sjálfstæð vitundavera. Guð og maðurinn maður. Sem sagt, sitt hvor persónan. Þú ert sál og vitundavera sem situr í þessu líkama sem þú ert í inni. En Guð önnur sjálfstæð persóna og Biblían segir okkur hvernig Guð Í hans innstæðili að þá segir Tímóteus að bréfa okkar að Guð býr í ljósi, föðurinn, Guð dýrðarinnar, býr í ljósi sem engin maður leitni liti getur. Það svona gigantískur dýrð og kraftur í hans innstæðili. Og Biblían segir okkur að Guð ljós og í honum ekkert myrkur. Hann algóður og hann hreinn, sem sagt heilagur. Það ekkert óhreint og ekkert illt í honum, í hans veru. Biblían segir okkur líka að Guð kærleikur. Það hans eðli, hann andi. Við sjáum hann ekki hérna með þessum augum, en hann kærleikur. Hann kærleikurinn sjálfur. Við sjáum hann ekki með augunum af því að hann andlegur, þó hann hafi opinberað sig í holdi, að þá hann þessi Guð dýrðarinnar. Í honum fullkomin friður, þess vegna köllum við hann Guð dýrðarinnar, fullkomin gleði, fögnuður, fullkomin ást og þannig að Biblían segir svo margt Guð. Hann alveg skilgreindur. Hann réttlátur. Hann getur ekki logið af því að hann sannleikurinn. Í eðli sínu þá getur hann ekki logið. Biblían segir okkur að hann sé sá Guð sem getur ekki logið. Þannig hann stendur alltaf við sitt orð. Af því að það bara í eðli hans. Allur kraftur og máttur í honum. Hann skapar heimins og jarðar og öll stjörnukerfin og allt. Það engin takmark þannig. En hann takmarkar að þessu leyti að hann getur ekki logið. Hann getur ekki snúist gegn eðli sínu. Þannig að Biblían segir okkur aftur og aftur hvernig hann þannig að það ætti að liggja alveg mjög ljóst fyrir hvernig Guð Eðli hans og karakter mjög skilgreindur. En í hindúismannum, hins vegar, þar trúa menn, þó að þessu mjög margir ismar og mjög mikið af margir guðir sem þeir trúa á, sem þeir kalla guði, að þá eitt takmark og það eitt sem þeir trúa sem kjarnin og tilgangurinn með öllu. Og ég sá það alveg sama fyrir utan búddismin, fyrir utan kannski búddismann, en hann hefur þó sömu sama markmið. Hindúistar trúa því og jógar snýst þetta að maðurinn Guð.
Maðurinn alheims orkan. Brahman, þú veist, þó þeir tilbyði Brahman eða Vishnu eða Shiva, að þá þetta bara allt svona element af þér sjálfum. Brahma þýðir skaparinn, en þú ert skaparinn. Þú ert að tilbyða skaparinn í þér. Þú ert að tilbyða Vishnu eða Shiva, the transformer, sá sem umbreytir. Þá ert að bara tilbyða anda sem að hjálpa þér til þess að umbreytast í því að uppgöta að þú ert Guð, svo þú getur orðið það sem ég kalla sjálfsuppljómaður, self-enlightened á ensku. Það tilgangur með öllu í hindúismannum. Það að komast að þessu, líkansæfingarna líka. Það að svo þú kynnir sjálfum þér, getur opnað þig til þess að öndunaræfingarnar og allt þetta. Það eiginlegi tilgangur með þessu. Til þess að þú getur opnað þig og orkustöðum til þess að hleypa einhverjum andaverum af sem eiga að hjálpa þér að ná takmarkinu og losna við karmað og verða og komast að því hver þú ert, að þú ert Guð. Þetta bara staðreyndin. Þessu trúa þeir. Búddismi hins vegar, þeir með alveg sama takmark, þeir trúa ekki beint á Guð og tala ekki Guð, en æðsta vitundaveran að maðurinn. Þannig að hann svona eiginlegu Guð. Það engin aðri en maðurinn. Og þeirra takmark það sama að öðlast það sem þeir kalla nirvana, sem að algjöra sjálfsuppljómun, uppgöta það að þú ert eitt með öllu og að þú ert Guð. Ekki Guð, þeir kalla það ekki, en þú ert bara eitt með öllu og þú kemst í þetta ástand að vera eitt með öllu. En engin aðri en maðurinn. Engin annar þannig Guð. Þetta kjarninn í þessu, alveg sama hvaða, veist, og svo, það sem líka einkennandi í öllum þessum trúabröðum, að þeir trúa að það sem við köllum pantheisma, að Guð sé í öllu, og þess vegna skiptir ekki máli hvort þú ert að tilbiðja einhvern mann eða einhverja einhvert líkneski eða einhvern anda eða einhvern gúrú, framleiðin gúrú. Þú ert bara á þessari sjálfsuppljómuna leið. Þetta bara allt leið til þess að þroskast, til þess að þú uppgötir hver þú ert. Skiljið þetta? Þetta kannski ekki flóki, en þetta verður einhvern veginn flóki hjá mjög mörgum. Þeir veit ekki að þetta staðreyndin. Þetta það sem þeir virkilega trúa. Ég ætla að lesa aðeins, bara í upphafi Biblíunnar. Þar stendur í 1. Mósebók. Þar höggormurinn að tala við konuna. Þá sagði höggormurinn við konuna, þetta þegar hann leiðan inn frá Guði, sko. Vissulega munið þið ekki deyja, eins og drottin hafði sagt. En Guð veit að jafnskjótt og þið etið af honum, ávextinum, munu auguð að ljúkast upp og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Þannig að þarna strax í upphafi þá vildi óvinurinn, stjöfullinn, leiða mannin úr samfélagi við Guðdýrðarinnar. Jesús sagði það hið eilífa líf að þekkja hinn eina sanna Guð og þann sem hann sendi. En andstæðan að vera fjarri honum og vera orðin sjálfhverfur. Og ég ætla að lesa líka í Jesaja 14, þar talað Lúsifer, hvernig hann gerði uppreisn gegn Guði. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árbornar morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil upp stíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil upp stíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta.
þannig vildi hann vera eins og Guð, Satan. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur eitt hérna sem að það talað Antikrist, sem að við veitum að spátumannir hafi heyrt spátumannir Antikrist og við skulum sjá hvað það sem einkennandi við hann, andstæðing Guðs á þessum ákveðnum tíma. Þar stendur í síðara Þessalóníkubréfi 2. kafla: látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís upp gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þannig, hann verður ekki múhameðstrúarmaður. Hann kemur úr þessu, hann kemur úr hindúismannum. Eða ég ekki að segja hindúismann, hann kemur akkurat með þetta sama. Sömu trú. Og við sjáum alveg, Jesús talar heyr drottin Ísrael, drottin einn Guð. Og hann segir náttúrulega að þekkja hinn eina sanna Guð. Herrið eilífa líf að þekkja hinn eina sanna Guð. Og hann talar mikið hvernig drottin Þannig við sjáum að það algjör skýr munur. Það fer aldrei saman að það sé satt það sem að Jesús sagði og það sem hindúarnir trúa. Þetta bara algjör andstæða. Að tilbiðja og trúa á þessa persónu sem að Kristur talaði eða trúa því að maðurinn sé Guð. Þetta bara svart og hvítt. Það engin rök, þetta bara passar ekkert saman. Þetta ekkert sama leið að fara inn í dýrð föðurins sem býr í ljósi sem engin maður leiti getur, þessi yndislegi faðir og Jesú talar hann sem faðir, þenn elskar, eða að ganga trúa því að þú sért Guð. Þetta bara andstæða. Ok. En hérna, já, og við veitum líka að Jesú, þú veist, allar kenningarnar allt eru alveg á öndverðu meiði. Hjá Jesú var það mjög skýrt að það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm. Og það Guð sem alveg réttlátur sem að mun dæma að lokum, Messías sjálfur. Eins og við viti í trúarjátningunni. Auðvitað ætti fólk að vita þetta. Hann sem kemur og dæmi lifendur og dauða. Menn játa þetta, flestir Íslendingar, en svo kannski trúa margir öðru. En það eru mörg trúabrögð og margir allir þessir ismar í hindúismannum, þeir trúa því að trúa mikið á endurhólgun. Andatrúamenn trúa líka mikið á endurhólgun. Djöfladýrkendur, þeir trúa endurhólgun. Þeir trúa ekki að þeir fara til helvítis, þeir trúa endurhólgun. Og þannig að það kannski mjög algengt, en svo líka til í andatrú og vissum svona í þessum hindúisma þá trúa menn kannski að menn fara á einhver stig og til að þroskast, einhver önnur vitundastig og svona. En þeir trúa ekki því sem að Jesús sagði. Öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists. Stendur í Biblíunni, þar sem að allir fá endurgoldið, sérhver fær endurgoldið, þar sem hann hefur aðhafst í líkamönnum, hvort sem það er gott eða illt. Það er bara mjög skýrt. Þannig að þetta fer ekki alveg saman. Þetta er ekki sami Guð sem verið að tala En svo ætlum ég að tala aðeins hérna tvo anga ég ætla að fara aðeins úr hindúismannum og tala hérna tvö trúarbrögð sem eru svolítið að vissu leyti svolítið svipuð af því þau hafa sama upphaf. Það er múhameðstrúin og mormónar. Þau byrja á mjög svipaðan hátt. Við vitum það að Biblían er skrifuð af sjónarvottum. Þetta eru menn sem að skrifa, Ísraels menn sem að skrifa Jesaja og spámennirnir sem skrifa sögu gyðingana
og spádómana, og svo eru það sjónarvottar og samtímamenn sem að skrifa frásögun af Jesú, og það eru lærisveinarnir sjálfir sem skrifa bréfin, og þetta er allt gert á sama tíma og þeir eru uppi. En Páll, hann var búinn að sjá ákveðna hluti fyrir, og skoðum í Galatabréfinu það er í 1. kafla og 7. versi. Finna þetta hérna. Þar segir hann: mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis, sem þó er ekki til, heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðarerindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Jafnvel þótt að ég sjálfur sagði hann, eða einhver annar færi að boða ykkur annað fagnaðarerindi heldur en Messias kom með, Jesús, þá sé hann bölvaður. En árið 623 að þá var maður, Múhameð, sem var þarna í Mekka, og hann fór að fá svona upplifanir í helli þarna í Mekka, og honum birtist svona andavera sem að fór að gefa honum ákveðin skilaboð, og sem að hann vildi meina síðan, og Múhameðs trúarmenn vilja meina að þessi andavera hafi verið Gabriel, erkiengill, en hann byrjar sem sagt að færð sínar upplýsingar í gegnum þessa andaveru og skrifar niður, og Kóraninn, hann er í rauninu umbreyting, hann snýst mjög mikið bara þessar persónur, sömu persónur í Biblíunni, en hann er bara umbreyting af allir sögunni, umbreyting af sögu gyðinga. Þú veist, það var Abraham ætlaði að fórna Ísak, en hann segir, nei, hann ætlaði að fórna Ísmael. Mörg 100 árum seinna, þá bara heldur hann því fram, og að hann ætlaði að fórna Ísmael, af því að Arabar eru komnir af Ísmael, það er alveg vitað enn í dag. Og svona breytir hann allir í sögu gyðingana, og þannig er það í Kóraninum, og hann breytir líka frá sögunum Jesús. Ég ætla að lesa þetta aðeins fyrir ykkur. Sjá. Við vitum að megin tilgangur komu Jesú, og hans megin persónlega markmið var að í fyrra skipti sem hann kom, var að deyja fyrir syndi mannkynsins, til þess að réttlæta það að allir menn geti öðlast fyrirgefningu syndana og þurfi ekki að taka afleiðingunum sjálfur, og til þess að leiða menn til Guðs. Svo að því að hann sagði: sælir eru hjartarhreinir, þegar þeir munu sjá Guð. Þess vegna verðum við að fá fyrirgefningu syndana og vera hreinsaðir af syndunum, af því að Guð er algóður. Við förum ekki upp í syndamirkrinu til hans, af því að það blandast aldrei saman. En hann, alveg án manngarinnar álits, að þá getum við öll komið til hans af því vegna þess sem að Jesú Kristi gerði. Allir geta öðlast fyrirgefningu syndana og komast til Guðs sem vilja þiggja fyrirgefningun og þetta. Og þetta var hans markmið, og við vitum að hann var krossfestur, og sjónarvottarnir eru þeir sem lögðu líf sitt að veði fyrir hennar vitnisburð, lærisveinarnir. Þeir dóu fyrir vitnisburðinum að þeir höfðu séð Jesús krossfestan og upprisinn. En Múhameð, mörg 100 árum seinna, þá segir hann,
Því segja þér, vér drápum Messias son, Maríu, sendiboða Allah. En þeir drápuðu hann ekki, þeir krossfestu hann ekki. En þetta gerðist, útlit Jesú var sett yfir annan mann. Þeir sem eru ekki sammála eru efesendamenn, þeir hafa enga þekkingu og svo framvegis. Hann heldur því fram sko að yfirlitið Jesú hafi verið breytt og þeir hafi í misskilningi krossfest einhvern annan. Hann heldur þessu fram þarna mörg hundur árum seinna. Þannig að, og svo ætlum ég að lesa annað hérna, sem hann segir sko, svo náttúrulega vitum við hvað Jesús sagði sjálfa sig, en hann sagði hann, Messias sonur Maríu var einungis sendiboði Allah. Sem sagt, hann trúði ekki að hann væri virkilega sá sem hann sagðist vera. Og það guðlast hjá þeim að kalla hann son Guðs. Það guðlast hjá Múhameðstrúum að kalla hann son Guðs. Já, svo ég ætla aðeins að tala eðli bara svona eðli Guðs sem að þeir trúa á allt öðruvísi heldur en við. Við trúum því að Guð er persónulegur, við erum sköpuð í hans ímynd, því að hann andleg vitundavera og persóna, en þeir trúa því ekki. Jesús sagði mjög skýrt, Guð er andi. Þeir sem að tilbiðja hann í and og sannleika, þeir trúa alls ekki að Guð sé andi. Þeir trúa því, það meira reyndar sagt í Kóranum hver Allah er ekki, heldur en hver hann er. Aðeins að, hvað er þetta? Eitt annað sem er mikil andstæða, við trúum því að Guð getur ekki farið gegn eðli sínu, getur ekki logið. Þeir trúa því að hann geti logið, þó að hann gerir það ekki endilega, alls ekkert þannig, en þeir trúa ekki að hann sé eins og við trúum algjörlega 100% samkvæmur eðli sínu og orðum. Þannig að það mikill grundvallamunur á þessum trúarbrögðum í alla staði. Og í rauninni Kóraninn eiginlega bara rit sem að gengur út á það, vegna þess að mjög mikið talað kristna og gyðinga, og gengur út á það að segja að þeir sé ekki að trúa á rétt. Mormóna, það sem líkt með mormónum annað heldur en mormónum og múhameðstrúmönnum þetta að Joseph Smith var persóna sem að byrjaði líka að upplifa það að það var svona andavera sem byrjaði að mæta honum, sem heit Moroni, sem fór að gefa honum svona upplýsingar. Svo hann skrifaði Nýja testamenti og við vitum að þeir í báðum þessum trúarbrögðum þeir voru báðir fjölkvænismenn, sem sagt Múhameð og Joseph Smith, og Joseph Smith var mikill konumaður, en þeir trúarbrögðin eiga sér sama uppruna í gegnum svona andaveru sem að Páll var löngu búinn að vara við. Og við sjáum það í allt það sem að Jesús sagði og Múhameð í algjörri andstöðu, þannig að við vitum að það alveg 100% að annarkvort var annar þeirra að ljúga eða báðir, en það aldrei þannig að þeir voru að tala um sama Guð, samskonar Guð. Við vitum það til einn Guð, einn sannur Guð, en það ekki það sama og að það séu margir vegir til hans. Það heldur ekki það sama og að þetta sé allt sami Guðinn. Ég ætla að tala að lokum hérna, ég alveg að klára, eitt að lokum, það ein trúarbrögð sem að ganga algjörlega út á þetta, að þetta sé allt sami Guðinn, og það eru Baháar. Þeirra trú byggist á því að reyna að sameina alla, af því að þeir séu hvort þið bara að trúa á sama Guð.
það bara kjarnin í þeirra trúarbröðum. Þetta trúarbröð sem byrja í Persíu, sem sagt í það sem Íran og þar, og þeirra boðskapur gengur út á þetta. En það ein rúsína í pylsuendanum hjá þeim. Það það að þeir trúa því að lokum það allir að bíða eftir sem sagt loka dómnum og þeim sem að mun dæma allt, í rauninni Messiasi, og þeir trúa því að sá sem kemur, það verður Baha'u'lláh, sá sem þeir trúa á, sko. Búlá. Þannig að það ekki það sama og Kristur var að tala um. Það var alveg skýrt hver Messias, hvernig Guð einn sannur eilífur Guð. Og en það rosalega mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu vegna þess að við lifum á tímum þar sem að sérstaklega kristnir eiga að vita þessa hluti og þurfa að gera sér mjög vel grein fyrir því. Ég ætla að lesa í Pétursbréfi, þar sem að Pétur segir, það segir en helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar, verið ætíð reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður en gjörið það með hóværð og virðingu og hafið góða samversku til þess að þeir sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna verði sér til skamman í því sem þeir mæla gegn yður. Við eigum að hafa rökin, við þurfum að skilja þessa hluti. Það mikilvægt vegna þess að við erum með sannleikan. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Þannig að það mjög mikilvægt að þetta sé rótfest í okkur. Það eru 3 hlutir sem að valda því fyrst og fremst að fólk gerir ekki hennar greinamöðul. Það hreinlega bara fáfræði vegna þess að það enginn sem að kennir sannleikan eða fólk heyrir ekki skýra útskýringa á þessu og bara það þekkir ekki, það grípur úr fjölmiðlum eitthvað sem það heyrir og heldur það. Þetta bara fáfræði. Ég myndi segja, kannski þetta 90% fáfræði. Sumt líka bara óskekja. Vitum það að fólk vill ekki að einhver sé að þrætum þetta. Og sem bara, já vonandi, þeir bara í óskekjunni bara vilja bara trúa því að þetta sé bara alltaf sama. Og að því að þeir vilja kannski ekki horfast í augu við ákveðnar hluti. Svo kannski örfáum tilvitum þá bara vitsmunalega skortur. Fólk bara skilur ekki. Virkilega grundvallarmunni, en það kannski bara 0,1% eða minna. Já, ég vil bara skilja ykkur eftir með þetta. Bara Guð blessi ykkur og ég vona að þetta eftir að hjálpa okkur að leiða aðra inn í allan sannleikann. Guð blessi ykkur. Takk fyrir.